Það sem ég ánægðast með í rekstrinum á síðasta ári er eiginlega það sama og við getum sagt að hafi endurspeglað eiginlega okkar rekstur og rekstrar áform síðustu 10 ár. Þess að við fórum á markað fyrir 10 árum síðan, þá sögðum við, talandi þú nefndir hrunið áðan, við sögðum þá strax 2014 þegar við fórum á markað, við ætlum að skila ábyrgum og arðsömum vátryggingarekstri. Sko fjárfestingaparturinn, þetta eru tvær stoðir, það er annars vegar fjárfestingarnar og fjárfestingarnar taka svolítið miða bara markaðs aðstæðum hverju sinni, að miklu leyti til. Þannig að við segjum, við erum ráðin til þess að hafa áhrif á grunnreksturinn og þar ætlum við að skila góðu búi. Og það hefur okkur tekist öll árin. Það er að segja að það hefur verið afgangur og ágætisar sem er vátryggingarstarfsemi. Þetta birtist í samsetta hlutfallinu. Þetta birtist í samsetta hlutfallinu. Í raun og veru árangurinn af vátryggingarekstrinum og við sjáum hérna á þessari mynd að það rís þess að þetta hefur nú verið sögulega sé held ég að samsetta hlutfalli hafi verið frekar lágt meðal íslenskra tryggingafélaga. Það má segja, ég er alveg upp í banka og svona síðustu árin undir, þegar leið undir þennan skell sem á sér stað, þá var eiginlega viðskiptabankastarfsemi á þeim tíma, vátryggingarstarfsemi var bara út á túni, vegna sem menn voru með hugan allt annar staðar. Og ég hef sagt, þetta er nú ekki mikil hetjudáð í þessu, vera ráðin til að stýra félagi og vera með stöðun og svona. Þannig að við stjórnendur, við getum haft áhrif á grunnreksturinn okkar og við hefum sagt, þar þurfum við að skila ábyrgu búi, vera ábyrgir rekstri og skila hluthöfum okkar ásættanlegum arði. Og við sögðum strax í upphafi 2014, við ætlum að vera arðgreiðslufélag. Það er að segja, við erum ekki vaxtafélag, við þurfum ekki að styrkja okkur þannig, heldur ætlum að vera gott arðgreiðslufélag og það er það sem hefur verið reyndin hjá okkur. Hluthafarnir eru að fá góðan arð. Hluthafarnir hafa verið góðan arð. Mest að hagnaðinu þá út á hverju ári samkvæmt þessu? Já, við höfum verið að gera það og aftur á þessu 10 ára tímabili, þá markaðsvirði Sjóvá var eitthvað í kringum 22 milljarðar þegar við förum að markað. Það er í dag 52-3 milljarðar. Við skulum setja á þarna 10 ára hlutabréfamarkaði. Farðu aðeins yfir þessa sögu. Þú byrjar aðeins að fjalla þetta. Segðu okkur aðeins, hvað er þessi 10 ára saga? Hvað er einkennt hana? Það sem hefur einkennt þessa 10 ára sögu er það að vátryggingareksturinn okkar hefur verið öflugur, mjög öflugur og sterkur. Og það er nákvæmlega það sem við ætlum að byggja á áfram inn í framtíðina. Það er að segja, eins og segja, markaðsvirðið okkar var 22, það er búið að rúmlega tvöfaldast á þessu 10 ára tímabili og á þessu 10 ára tímabili höfum við greitt út til hluta okkar 30 milljarða í arð. Fyrir þetta hækkandi markaðsvirð? Já, og þá er það beinn arður eða þá kaupa á einn bréfum sem hefur þá leitt til hækkunar á hlutabréfavirði.